Sjáðu fyrir þér bónda fyrr á tíð sem skimar til himins eftir regni. Öll uppskera hans háð tveimur mikilvægum regntímum, haustregnið til að spíra fræin og vorregnið til að koma uppskerinni til fulls þroska. Á sama hátt treystir fólk Guðs á andlegt regn, haustregnið og vorregnið, til að vaksa og vera undirbúin fyrir loka uppskeruna við endilok jarðar. Þetta ekki bara skemmtileg myndlíking, heldur málefni af eilífri þýðingu. Við lifum á örlagaríkum tímum og loforð Biblíunnar vorregn og uppskeru nauðsynlegt fyrir andlegt líf okkar og von. Án þessa himneska regns eru sálir okkar þurrar og ávaxtarlausar. Hvernig getum við verið tilbúin fyrir loka uppskeruna ef hjörtu okkar eru ekki endurnærð og lifandi? Vorregnið og uppskeran táknar loka kraftmikla hreyfingu Guðs, andlega úthellingu sem undirbýr trúaða fyrir endurkomu Krists. Sem kristnir menn höfum við lengi beðið eftir þessum fyrirheitna atburði og þráð að sjá heilagan anda verka kröftulega meðal okkar. En þessi boðskapur ekki bara fyrir útvalda, hann kall til allra sem leita dýpri andlegrar endurnýjunar. Í þessari ferð munum við skoða hvað þessi hugtök þýða og hvers vegna þau skipta máli. Við munum skoða hvers vegna fyrri úthelling heilags anda lagði grunninn, hvers vegna okkur sagt að biðja vorregn, hvað getur haldið henni aftur og hvernig hún tengist háværum loka boðskap til heimsins. Inn á milli munum við staldra við og hugleiða okkar eigið andlega ástand. Erum við að upplifa haustregn daglegrar náðar? Erum við raunverulega tilbúin fyrir loka úrhellið? Í lokin munum við skilja aðkallandi boð Guðs. Það komin tími til að leita drottins, til að öðlast nærandi regn áður en uppskjörunni lýkur. Byrjum á að líta tilbaka á fyrri reynslu af regni, grunninn af allri andlegri endurnýjun. Reynsla af haustregni. Í postulasögunni finnum við kraftmikla sögu frá hvítasunnu, augnabliksins þegar hinn fyrirheitni heilagur andi var fyrst úttelt yfir frumkirkjuna. Ímyndaðu þér atburðinn. Lærisveinar Jesú voru samankomnir einhuga á einum stað í innilegri bæn eftir uppstigningu drottins. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterkviðris, þeim birtust tungur eins og eldi væru hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Postulasagan 2:3. Þessi dramatíska úthelling gerði þeim kleift að tala á mismunandi tungumálum og deila fagnaðarerindinu óttalaust. Þetta var andleg úthelling, ólíkt öllu sem áður hefði sést. Þessi atburður þekktur í ritningunni sem haustregnið, haustregn heilags anda. Árangurinn af þessari úthellingu var dýrlegur. Styrktir af andanum færðu postularnir fagnaðarerindið til allsins þekkta heims á tíma einnar kynslóðar. Hugsaðu það. Venjulegur hópur trúaðra, áður hræddir og fáir að tölu, urðu skyndilega djarfir trúboðar. Þúsundir snerust á einum degi. Líf margra umbreyttist. Úthelling andans á hvítasunnu var sannarlega mikið haustregn og dýrleg var niðurstaðan. Samt okkur sagt að komandi vorregn verði enn ríkulegra að krafti og áhrifum. Ef haustregni gat snúið heiminum á hvolf á fyrstu öldinni, ímyndið ykkur þá hvað vorregn síðustu daga mun áorka. Mikilvægt að hafa í huga að haustregnið átti ekki að vera einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega. Sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskeran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaksa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunnatriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heilags anda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda,
þá verkar hann í okkur hógværð, auðmýkt og meðvitund hversu háð við erum Guði, eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir úthellingu vorregsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirheitnu loka úthellingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum, en þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu: hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt: við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt: biðjið Drottinn regn, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundið regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða. Biðjið. Hann heldur áfram: helli skúrir og steypi regn gefur hann þeim, hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir af anda sínum, næra hvert hjarta, hverri jurt vallarins sem er opin til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið er ekki óvirk upplifun. Það er eitthvað sem fólk Guðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biður Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur er sagt með áherslu: hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur. Biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalókin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega: Drottinn, látu rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velt því fyrir okkur: ef Guð lofaði að senda andan, mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka á móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sig regn, verðum við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda. Ennfremur eykur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði: biðjið og yður mun gefast, af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið, vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg úthelling vorregs, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta ættum við ekki að vera á hnjánum. Það er auðmjúk hugsun. Kannski er ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu úthellingu einfaldlega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Loforðið er skýrt, en það verður að gera kröfu það.
Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð tilbúinn að senda regnið þegar við biðjum, hvers vegna virðist himinin fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Breytingarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eiginmann sinn, sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessað fólk sitt, en það sneri sér að skurgoðum og veraldlegum elskuga og braut hjarta hans. Þar að leiðandi hélt Guð regninu tilbaka til að vekja þá til vitundar. Hann segir í Jeremía 3:3: og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorregn kæmi. Þetta ljóst lifandi dæmi. Andlegur hórdómur leiðir til andlegra þurrka. Haldið aftur af frískandi regni andans þegar fólk Guðs heldur áfram í uppreisn og skurgoðadýrkun. Við skulum skoða tengslin við okkar tíma. Við erum kannski ekki að falla fyrir skurgoðum eða baltilbeiðslu, en við verðum að spyrja: höfum við leyft nútíma skurgoðum að ná tökum á hjörtum okkar? Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornarhæðanna og skurgoðadýrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt: lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarpsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust, áráttukennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun, eða eitthvað sem við elskum meira en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini, en þær geta orðið að skurgoðum hjartans. Þegar veraldleg iðja eða ánægja ýtur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hórdóm, erum ótrú kærleiksríkum frelsara okkar. Það erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum, en í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgoðadýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodíkíu söfnuðurinn í Opinberunarbókinni, táknum endaloka fólk Guðs, lýst sem hálfvolgum, andlega blindum og nöktum, ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodíkíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánað með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarfnast allt. Við neitum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar, sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa: ég í lagi, ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttækar breytingar, í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka á móti vorregninu. Hvers vegna myndum við biðja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt ritningunni geta dramb og ójátuð synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af vorregninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú. Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að gegn vilja Guðs, þá ég í raun að opna reglíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst. Hann þráir enn að úthella anda sínum, en viljaleysi okkar til að gefa honum allt skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlægrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski það fíkn eða venja sem ég hef ekki gefið upp, eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgoð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar, en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja: þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs
er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af vorregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja: Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég iðrist eða leggi til hliðar? Sem betur fer greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Sú lausn er tekin upp í einu orði: iðrun. Við skulum sjá hvers vegna iðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heilags anda. Nauðsyn iðrunar og hlýðni til að taka á móti vorregninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn: iðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endurómar Pétur postuli þetta ákall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði: Gjörið því iðrun og snúið yður, að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífguna tímar frá augliti Drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður, sem er Jesús. Postulusagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir iðrun við endurlífguna tíma, orðasamband sem skilið er sem úthelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás. Fólk Guðs iðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorg yfir syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnæmt svar við kærleika Guðs, sorg yfir syndinni og afgerandi breyting á hugafari og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurðgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn að ef við neitum að iðrast, þá munu tímar endurnæringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir af dýrð Guðs. Samhliða iðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilyrði fyrir því að taka á móti fullum krafti heilags anda. Þetta snýst ekki að ávinna sér velþóknun Guðs, heldur afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5:32 gefur þessa einföldu en mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega anda sinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan, en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð úthelli sinni helgustu gjöf sem færir endurlífgun og kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreisn gegn honum. Ímyndaðu þér foreldri sem vil treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þar til viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum. Við skulum vera skýr, hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesú, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesú leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspyrnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir en hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðun.
að biðja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettur ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessum leynda vana eða stíga út í trú til að fylgja sannfæringu sem við höfum verið að hunsa. Og í þriðja lagi, að krefjast loforðs Guðs, að trúa því að þegar við iðrumst og hlýðum, þá muni hann senda okkur þá endurnæringu sem við þráum. Hann mun gefa okkur kraft til að lifa heilögu lífi. Postulasagan 3:19 fullvissar okkur að þegar við iðrumst, þá verða syndir okkar afmáðar og Guð mun senda tímabil vakningar. Er það ekki hvetjandi? Við búum ekki til vakningu. Guð sendir hana. Hlutverk okkar að fjarlægja hindranirnar fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndann og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar. Engin bóndi sáir uppskeru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustregsins og vorregsins að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskeru. Biblía notar þessa uppskeru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við: Sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtu yðar, því að koma drottins í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér Guð þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávöxturinn sem hann bíður eftir persóna Krists sem endurspeglast fullkomlega í fólki hans. Fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og dagleg umbreyting hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúaða fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús bíður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi bíður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, bíður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðara Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottins í nánd. Með öðrum orðum, gefstu ekki upp, vöxtur tekur tíma, uppskera þroskast ekki á einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regnið mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar að halda hjörtum okkar stöðugum, rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæ við þessa samlíkingu. Í Markúsi 4:28-29 segir hann: Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu, en þá ávöxturinn full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina, því að uppskeran komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið þroskað, bíður bóndinn ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta notað endurkomu Jesú, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk sitt uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki bíða einum degi lengur en nauðsyn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynslóð trúaðra endalega þroskuð, endurspeglar Jesú og treystur honum að fullu, mun hinn mikli uppskeri maður koma til að uppskera jörðina. Þetta bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Krists tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum,
heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leyfum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur uppskerudagurinn. Þegar litið á heiminn í dag gætu sumir velt fyrir sér, hvað Guð að bíða eftir? Hefur ekki verið nóg af sársauka og illsku? Frá okkar sjónarhóli virðist þetta vera langt, en frá sjónarhóli Guðs bíður hann eftir þroska þessa dýrmæta ávextar. Vorregnið mun gegna lykilhlutverki í því. Það mun flýta fyrir þroskanum. Þegar fólk Guðs leitar virt eftir anda hans, afnemur syndina og sameinast í sannleika hans, getum við búist við að skúrirnar falli og vinni hratt verk. Þroskaður ávöxturinn táknar kristilegan persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það speglun Jesú í fylgjendum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki að fullu endurskapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munu loka atburðirnir þróast hratt. Við skulum persónugera þetta. Hvert og eitt okkar eins og gróður á þeim akri. Kannski þú núna fyrir náð Guðs grænn og vaxandi og það gott. En markmið Guðs að þú sért gullinn og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spíraði þig, en þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið? Þegar vorregnið fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta spurningar sem vert að íhuga. Uppskerulíkingin gefur okkur von að Guð hafi fólk sem tilbúið. Það tímamörk þegar uppskeran þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krists í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullum mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tákn og undur, þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti af því. Samkvæmt ritningunni skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, það sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur sjálfur persónuleiki Jesú sem endurskapast í fólki hans. Það áhugavert að í Opinberunarbókinni 18 jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan, þá táknar það persónuleika hans sem skín í gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ímyndaðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríkum mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið, langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hógværð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta mynd af Jesú sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heilags anda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú. Stundum festist fólk í hugmyndinni fullkomnun persónuleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði, en hér frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónuleika snýst ekki að við reynum ákaft að hætta að synda með hreinum viljastyrk. Það snýst að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutar eins og hatur, girnd og dramb. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbeita okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert,
býður Guð okkur að einbeita okkur að Jesú, að leita þess jákvæða og fyllingar anda síns. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endurspegla hann. Það er loforð. Þegar við sjáum hann, breytist andinn okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endurspegla persónleika Krists að fullu. Engan eiginleika ávastar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónleika sinn. Þess í stað mun einstakur persónleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sýna að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýrð Guðs. Að hafa þúsundir kristinna manna sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlindi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar er að gefast upp. Hlutverk Guðs er að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllir okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði: á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur er helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkju samfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það er aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar er þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika hins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikenslu á hugsjón Guðs fyrir mannkynið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitir okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað er þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heilags anda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapinn með spámanlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr Opinberunarbókinni 18. kafla. Þar lýsir Jóhannes spámanlegri sýn engil sem kemur niður af himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Opinberunarbókin 18:1. Þessi dýrlegi engil táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvöruna boðskapinn. Boðskapurinn er hávær, sem þýðir hann er gefinn með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin er upplýst af dýrð Guðs, sem skín í gegnum þennan boðskap. Og hvert er innihald hans? Opinberunarbókin 18:2-4 heldur áfram, og hann hrópaði með sterkari röddu og sagði: fallin er Babylon hin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta er í raun síðasta miskunnarkall til fólks Guðs sem enn er í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta er kall til að aðgreina sig frá synd og villu, til að sameinast sannleika Guðs, því dómur er í þær mund að falla. Þetta er hápunktur boðskapar englanna 3 í Opinberunarbókinni 14 sem nú er gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð.
Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans persónuleiki hans kærleika og heilagleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín, en enginn mun geta hunsað hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að háværa hrópið ekki nýr boðskapur, heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikann boðorð Guðs, þar á meðal hvíldardaginn, og boðskapinn réttlæti Krists. Boðskapurinn réttlæti Krists á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni veginn. Þetta dýrð Guðs sem lýkur verkinu. Kjarninn í háværa hrópinu réttlæti Krists, bæði tilreiknað, syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað, persóna hans endursköpuð í okkur. Þetta fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú ásamt kallinu til að hlýða Guði, yfirgefa spillingu Babylónar, mun lýsa upp jörðinnar dýrð. Eitt merkilegt loforð á meðan þetta háværa hróp stendur, munu andlit fólks Guðs skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og Sínaífjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálægt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta ekki vísindaskaldskapur, heldur uppfylling spádóms. Hugsið til Stefáns í Postulssögunni 6:15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Háværa hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapinn til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapinn samtímis undir áhrifum heilags anda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leyti unnið að leikmönnum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í lokaverkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir. Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu, deila Jesú á djörfung, jafnvel þrátt fyrir andstöðu, og sjá fólk bregðast við í lífi sem breytist hratt. Hins vegar mun háværa hrópið ekki koma án áskorana, sérstaklega áskorana innan kirkjunnar sjálfrar. Þótt að kunni að virðast undarlegt, munu ekki allir fagna þessari öflugu vakningu og boðskap. Sumir munu jafnvel andmæla því. Við þurfum að vera meðvituð þessa innri áskoranir svo að við getum forðast þær sjálf og staðið sameinuð í verki Guðs. Við skulum skoða þessar áskoranir, málefni einingar, auðmýktar og veraldlegra áhrifa sem gætu hindrað háværa hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir, eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk ein mesta hættan sú að fólk hans gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina?
Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra, en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun er stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem er fullt af sjálfum sér. Guð er ekki að leita að fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann er að leita að þeim sem eru tæmd af sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Í reynd þýðir þetta að rækta auðmýkt og hógværð gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélag keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru í leita frægð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn er sá að við getum ekki verið hluti af hinu háara hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesú. Þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki gráður okkar, titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmýkja okkur í samræmi við það. Hugsið ykkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfiðleikum með stolt og samkeppni, deilur hver væri mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst féll andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrun. Sjáum við einingu meðal trúaðra í dag? Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú er komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að biðja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið hávært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunni munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýrð Guðs, munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntingar þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár, vissilega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykkja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og: vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt. Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum, alltaf þegar kallað til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegar hugsunar eða babylónskra áhrifa eins og maður getur kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúara. Í gegnum árin kann útþynnt fagnaðarerindi sem afneitar krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu, svo þegar hið sanna fagnaðarerindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfsánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunnar og hinnar ósviknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvers sem það fer.
fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkan hátt, auðmýktar og endurnýjas hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi, kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt það sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar. Höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo þurfum við að láta orð Guðs endurnýja hugi okkar. Rómverjabréfið 12:2 fangar háa köllun Guðs til heilagleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftinn mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heilags anda munu annaðhvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig að aðeins hveitið sem tilbúið til uppskerðu verður eftir. Þessi hreinsun í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og sameina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt, játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðurum okkar og systrum í Kristi. Tíminn of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósi undir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma. Og skömmu síðar mun annað hróp heyrast af himni. Það fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslutími mannkynsins, tími okkar til að taka ákvörðun, sé liðinn. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími lýkur og endurkoma Krists yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það að bregðast við. Það takmarkaður tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náðartímanum lýkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa, mun koma að því að dyr miskunnar lokast fyrir mannkynið. Í dæmisögu Jesú meyjarnar 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúðkaupsins með brúðkaupanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðartímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp lýkur náðartími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annaðhvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist munu loka atburðirnir gerast hratt. 7 síðustu pláurnar í Åpenbarabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrr í Postulosögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists. Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð, bæði með því að innsigla hina trúfastu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar háværa hrópið hefur náð til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum Satans, þá uppskeran sannarlega þroskuð. Engillinn í Åpenbarabókinni 14 sýndur lýsa yfir: ber þú út sigð þína og sker upp, því að komin stundin til að uppskera. Sáðland jarðarinnar full þroskað. Åpenbarabókin 14:15. Jesús sýndur sitjandi á skýi með beitta sigð, sveiflar þeirri sigð og jörðin uppskorin. Þetta táknræna tungumál lýsir því hvernig Kristur safnar fólki sínu saman við síðari komu Krists. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri.
Við skulum gera það ljóst, í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir, það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða merktir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur enginn skipt stefnu. Það er endirinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar lýkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur, gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins háværa hróps. Þegar háværa hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast. Strax á eftir falla 7 síðustu pláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta háværa hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beiðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónulegu kalli til að vera viðbúin. Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft, en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúin þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónleika hans og fylltur anda hans. Í Opinberunarbókinni 19:7 segir: komið að brúðkaupi Lambsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgoðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina, því eilíft líf í húfi. Það dásamlega að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki að verða fullkomin upp á eigin spýtur. Hann biður okkur að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun: snúið ykkur frá öllum skurgoðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það bæði loforð og boð. Við verðum líka að muna eins og Postulasagan 5:32 undirstrikaði að heilagur andi gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni að finna, leggjum það á altarið núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við bíðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega að undirbúa okkur, gæti það verið of seint. Persónuleiki ekki byggður upp á einum degi. Það í daglegum valkostum okkar sem við erum annarkvort að bjóða haustregninu til að vaksa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það alvarleg hugsun að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átta sig á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar.
Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið háværa hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskerunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað í hlöðu hans, eða mun ég vera hýði sem skilið eftir á akrinum? Í dag býðst Jesú til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskeru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem munu skína með heilögu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar. Þú getur hafið rödd þína í háværu hrópi himinsins og þú getur litið upp og sagt: sjá, þessi vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt, fyrr en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustregsins af persónlegri vakningu kallaði til að biðja vorregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum, sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú kominn tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónlegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn. Biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert þess virði að missa af því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú munt aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annara. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúpt, svo hugurinn sé styrktur af sannleika hans og loforðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppspretti og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndinn bíður eftir dýrmætri uppskeru. Vorregnið mun falla, hávært hróp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þyrstir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krist að fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin, verum trúföst. Vorregnið og hávært hróp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða: búðu þig undir að hitta Guð þinn, til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsara okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.